Það Flo Rida hér með lagið Let It Roll og hann syngur hér í laginu Let the Good Times Roll Today. Ég veit ekki með það, aðeins meiri mánudagur í mér heldur en Flo Rida allavega. Klukkan orðin rúmlega 4 og við erum sestir hérna, ég og Bjössi, eða Björn Bragi, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ert þú þennan mánudaginn? Ég er bara, léttur, ljúfur og kátur. Bara eins og Valtý Björn. Medium rare. Já, Valtý Björn medium rare líka. Hvað var það? Ferskur, bandarískur og breskur? Já, Valtý Björn stundum ferskur, bandarískur og breskur. Já, ég er þetta allt saman. Já, þannig að þú ert bara nokkuð góð þennan mánudaginn. Ég er eins og Valtý Björn. Já, ég fíla. Ef þú ert eins og Valtý Björn þá ertu mjög góður. Já. Því að hann er þessa dagana líka kaffibrúnn og lítur vel út. Já, hann er rosalega brúnn. Svo sá ég að hann var að lýsa þarna handboltinn daginn. Já. Hann er að splæsa einhverja nýja hárgreiðslu sem er í ruglinu. Já. Sást hann? Sko, mér finnst bara... Þetta er blandað að vera broddar og greið aftur. Dróksla töf. Ég bara man, þú veist, ok, þegar maður var að horfa á svona, þú veist, NBA og eitthvað svona, kannski 93. Þegar Valtý Björn og eina bolla. Já. Hann lítur betur út í dag. Já, hann er eins og sonur Valtýs Björns 93, skilur við. Já, mannstöður, maður er alltaf að horfa á eina bolla og Valtý Björn. Já. Fóru að hittu Jordan og gáði honum lopapeysu. Gerðu þið það? Já, fengu að hitta Jordan þar að vera bara sitt allra besta með. Það er enda frekar trillt. Já, ég hef alveg verið til að hitta Jordan þá og væri mér til að hitta Jordan í dag. Já. Það er mínum að þetta er besti íþróttamæður allra tíma. Já. En við ætlum ekki að ræða Michael Jordan hér í allan dag. Það er mánudagur og við Bjössi erum með fínan þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, við ætlum að fara yfir víðan völl og það er bara fasti liðir ásamt nýjum og það vil svo skemmtilega til að Dave Grohl á afmæli í dag. Grólarinn? Já, 44 ára, ég mun spila eitthvað flott. Eru þið jafn gamlir? Jó, Dave Grohl. Já. Svo er heldur fyndin í þær. Ég er 12 árum yngri. Ég er ekki svona gamall, hættu þessu. Og svo eru Hefur einhver fengið að sjá eitthvað ökuskírteini eða vegabréf frá þér? Hvað, ég sé gamall? Já. Ég fættur 1980. 8. júlí á því herrans ári. Ég er að heyra annað, sko. Já, ég reyndar breytti janúarblöða aðeins. Já. Ég skemmti mér helgina. Já. Og ég er eiginlega búinn að breyta reglunum á janúarblöð. Já, það er svolítið algengt hjá alkoholistum, sko. Hann er fullur allan janúar. Breyta og beigja reglur. Hann er ekki hættur, hann drekkur ekki janúar, heldur drekkur allan dag. Já. Það er svona nýtt. Nei, við fórum aðeins út á föstudaginn og eitthvað þannig að það er smá mánudagur í manni, við kynna það. En það tengist einmitt því að við ætlum að ringja hér í Steinda Junior eftir og hann ætlaði nefnilega að vera edrú allan janúar. Já, hann getur það ekki, sko. Og svo ringdu við hann síðasta mánudag við Bjössi með völvun okkar og þá voru að tala með að þetta er mjög blautt ár hjá honum. Já. Þá hló hann að því, en svo veit ég fyrir víst að hann var að hella í sig á föstudaginn hana. Skulum svona spyrja hvað klikkaði þar. Já, nákvæmlega. En þettur og skemmtilega þáttu framöndan. Þetta er eitt gamalt og gott hér og er með þeim Jay-Z og Alicia Keys og heitir Empire State of Mind. Ég er alltaf fíla þetta lag. Já, gott. Jay-Z og Alicia Keys Möttu og Bjössi með ykkur til 6 í dag og það er komið að slúðri. Já. Hér í FM 95 Blö og ég með svona allt í lagi pakkan það er. Er það nokkuð bara Justin Bieber? Nei. En Rihanna? Nei, hvorut er það, kemur fyrir í slúðurinn í dag. Og þannig að þú vilt ekki Justin Bieber og ekki Rihanna. Egil vilt ekki Kim Kardashian og Lindsay Lohan. Já, ég vil það ekki heldur. Nei, hvað umgönd viltu að ég fjalli? Ég vil eitthvað svona bara, þú veist, Jeff Goldblum og eitthvað svona, þú veist, einhver svona Michael J. Fox og... Eitthvað svona gamla góða stjörnur. Gamla leikara bara. Já, Bill Murray og eitthvað svona. Já. Ég er ekki með neitt af þeim, en ég er með Anthony Hopkins. Ég er með smá Britney Spears hérna. Ok. Hún er hætt með kærastanum sínum. Okay. Og Jason Travek heitir hann. Og eru búin að vera saman síðan 2008. 5 ár, svona tæp 5 ár. Er hún búin að vera með gaur í 5 ár og ég hef ekki hugmynd það? Er það málið? Já. Ok, ekki bara voruð saman, heldur var hann eiginlega bara svona her legal guardian. Hann sem sagt sá alla fjárhagennar og hann og pappinnar voru bara með forræði yfir henni. Já, var það eftir hún snóði sig? Já, þetta er sem sagt þau byrjaði saman hann að stuttu eftir að hún tekur smá kaststúlkan. Já. Og var hann því svona eins og ég segi hérna svona legal guardian eða eitthvað svona. Já. Og er það ekki lengur sem betur fer þegar þau eru hætt saman. Gat hann ekki stungið af með alla peningarna þá? Nei, það var nefnilega það sem ég voru að hugsa. Hann lítur að geta tekið út eitthvað rétt áður en að köttu. Stungið þessu undan. Já, þannig að nú er það bara pappinnar sem að sér hana og ég veit ekki að vera að byrja með stúlku og vera líka bara svona, það er svo sér bara ætlið hana. Já. Bara ræður yfir henni og peningum hennar og svona. Er það ekki draumurinn? Það er ekki það sem alltaf verið að leita að þau. Jú, það er bara svona, ég er bara stjórn alveg. En allavega þá er það hægt saman og hann er ekki lengur yfir henni, hann er bara pappina sem ræður henni.
eins og ég var búinn að segja, þetta ekkert rosalega þétt slúður. Lady Gaga, hún að láta Kelly Osbourne heyra það núna. Já. Því að Kelly Osbourne stjórnar þætti á E-Channel með henni hérna, hvað heitir hún, Joan Collins eða hvað sem hún heitir hérna. Og, nei, hérna Joan Rivers. Veitu, ertu að tala Kelly, er það hérna... Það er dóttirinn, Osbourne dóttirinn, ekki? Osbourne dóttirinn, jú. Hinn Sharon, mamman. Já, mamman Sharon og þetta dóttirinn Kelly Osbourne. Hún með þætti þarna með Joan Rivers sem búin að fara í 40 lítið stand-up konan þarna. Og ég sé þess að þætti, en nú var Lady Gaga að láta hana heyra það opinberlega í brefi því að henni finnst þessi þættir ganga bara út á einelti. Og ég verð nú að vegina, það svolítið til í þessu á Lady því að það sitið þarna sko og þegar það er að sína frá rauða dreglunum eitthvað þá það bara grenjandi hlátri að segja bara þessi lítur út eins og hundur en Kelly Osbourne tók þessu alls ekki illa og sagðist vera gríðalegur aðdáandi Lady Gaga og henni finnst leiðilegt að henni skildi finnast þetta en Sharon Osbourne hins vegar tók upp mamman tók upp hanskan fyrir dóttir sína og virðist alltaf gera það ef það einhver sem talar illa börnin hennar sem kannski bara flotta henni þá lætur hún alltaf heyri í sér og sagði sagði Lady Gaga bara að grjóthalda kjafti, það var ekkert flóknar að það. Já, en Ossi, hann þá lifandi? Ossi ferskur, en hann bara ekkert að skipta sér að þessum. Ég veit nú ekki hversu ferskur hann okay. Það er ekki alltaf helbratur. Jó, kannski. Sástu þess að þætti? Nei, sem betur fyrr. Hann var alltaf talandi í lokinn. Ég sá brot úr þessu sko, þetta var bara... Maður skildi alltaf hvað hann að segja, sko. En töffari engu að síður. Legend. Svo ætla ég að enda hérna slúðrið. Þú veitir eitthvað svona gamlu, hvað segir maður, svona has-beens. Nei, ekki beint has-beens. Leikunan Jenny Garth, veistu hvað það er? Já, ég veit það. Það er svo sem að leikur Kelly í Beverly Hills. Já, og við vorum einmitt að ræða Beverly Hills hérna á föstudaginn og þá var einmitt að Dylan fór og kisti Kelly, Jenny Garth. Nei, hann fór og kisti Brendu, það ekki? Nei, hann var alltaf með Brendu í fyrstu þáttunum, sko. Já. Það voru þau kærustu bara, þannig að hann var að glíma við áfengisvandamál og svona. Já. En svo endaði hann með Kelly, bestu vinkoninn. Þú veist af hverju hann var að glíma við áfengisvandamál? Hann? Já. Af hverju? Hann átti í svo troubled relationship with his father. Það er hárréttið. Af því að hann var glæpamaður. Já, hann var alltaf við svona pappa hans og hann var moldríkur og sárvorkindi sjálfur sér. Manstu ekki þegar hvað sprengdu ekki bílinn hans? Já, hann dó. Ákom rosa sorgast lag en sko Brenda og Kelly voru nefnilega mjög góðar vinkonur en það var alltaf Dylan sem var svona komið á milli þeirra. Já, ég veit, það voru báðar ástangrónum sko en hún núna Getum við tekið heila innkoma eftir fyrir ekki að ykkur fram í að tala Beverly Hills? Ég er til hver mann ekki eftir Beverly Hills en það sem ég ætlaði að segja í slúðurinn er að hún er búin að finna sér nýjan mann, hún fann ástina á ný Jenny Garth er fertug, er núna að byrja með Jeremy sem er 31 árs og yttu það áramótunum saman og þetta er vist eitthvað tónlistamæður, ég hef aldrei heyrt hann en ég óskin allsins besta því að ég var að huge fan í gamla dag þetta var slúðurpakki dagsins og ég vil óska eitthvað mikið með lélegasta slúðmalla frá upphæðum með Jenny Garth Ég er að bjarga allir samt með þessu lagi hann var samt skemmtilegur, hann var skemmtilega ómerkilegur Ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingvar Eysteinsson drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vá Travel, skíðaferði til Austurríkis. Við lofum lægsta verðinu. Bókaðu strax. Vátravel.is Lífið er uppfullt af ferskleika. Af hverju ert þú ekki með í ferska liðinu? Veldu Stimrol tyggjó. Nú í pokum. Engar raðir. Kauftu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónu Nissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Auðvitað og Bjössi hér með ykkur á þessum mánudegi. Það er 14. janúar. Já, mánuðin fyrir að vera hálfnaður. Já.
og ég held að vera allir fegnir þegar þessi mánuður búin. Janúar bara eitthvað svona nett maður. Nei, er hann ekki fýtt bara? Það enda búið að vera ágætis veður. Já, mjög gott veður. Fyrir utan í morgun, það var allt bíllinn með hann svo frosinn, ég þurfti næst að berja bara í gegnum klaka til að ná honum af rúðunni. Já. Það var hann bara í gangi í 40 mínútur næstu. 40 mínútur? Hvað svona bíll þetta eiginlega? Nei, 10 mínútur, cirka. En það var mikil íþróttaveisla helgina, ég ætla nú ekki að fara að bögga neina að púlara hérna. Þínir menn Tottenham, þeir mistuðu sig í jafntefli á Queen's Park Rangers. Mjög leiðilegur leikur. Já, en það sem ég ætti að ræða við þig var handbolti. Ertu að fylgjast með íslenska landsliðinu? Já, ég reyndar horfði ekki á ekki heila hvorum allan leikinn sko, en ég horfði á hluta á báðum. Já, ok, ég horfði á allan rússaleikinn en svo, veist, var þetta orðið nett örugt alltaf mútið Chile, en ég kláraði það nú ekki. Nei, þetta var ekki spennandi. Nei. Djöfull var þetta rússadæmi svekkjandi svo. Já, veist það, mér finnst að rússarnir gátt ekkert, sko. Nei, ég veit það. Það vantaði bara einhvern veginn að menn myndi að taka skari hjá okkur, í íslenska liðinu. Það var einhvern veginn, ef Aron skaut ekki, þá voru allir hinni bara eins og boltinn væri sjóðandi heitur, vildi enginn halda á hann. Já. Og svona eins og heit kartafla. Þetta nú bara úr Blue Chips myndinni. Já. Hefur ekki séð hana? Nei. Blue Chips með Nick Nolte og Shaquille O'Neal. Jó, ég hef séð hana. Var, já, alveg rétt, sjakkleiki henni. Já. Körfuboltamyndinni hann. Og var ekki Penny Hardaway og einhver annar líka? Já, en það voru fleiri körfuboltamyndir, sástu hérna Heaven is a Playground. Nei. Sýn tíma. Sá samt Above the Rim. Já, Above the Rim var líka góð. White Men Can't Jump. Já, hún er náttúrulega klassísk, það var allir séð hana. Í 8 ára afmælinu mínu, þá var hort á White Men Can't Jump. Í 8 ára afmælinu? Fyrsta bíómyndin sem ég fór í bíó á Sauðárkróki var White Men Can't Jump. Þá varstu 19 ára. Að verða 30. En hérna, já, svo ég klára nú handboltan. Það vantar aðeins, ég veit það ekki. Það mest einhvað vanta. Náttúrulega rúluðum við í Chile, en það held ég sko að meira þess að ekki einu svona fjölskyldu meðli með Chile búa sem voru að keppa þarna vissu þeir væri á þessum móti. Ég hélt með Chile. Akkur, ég hef alltaf verið harður Chile maður í handbolta. Já, en þú veist hvað, spilaði þeir bara í chilesku deildinni, veistu það? Ég veit það ekki sko. Ég er ekki mikið inn í chileskum handbolta. Nei, ég vissi ekki eins og ég væri með landslið. Fyrst er ekkert fyndið að Mokkin og MBL, þeir segja bara Síle. Já, ég fór að hugsa það, er það á maður að skrifa bara Síle? Já, þú veist, það er einhver svona íslensk útgáfa af Chile, skilur, alveg svo, þú veist, Kýf í Úkraínu heitir Kænugarður á íslensku og London heitir Lundúnir. Lundun er ömulegt orð. Þá segir Síle, mér finnst það bara svo mikið bull. En allavega, þú veist, maður veit ekki alveg að því að þetta er náttúrulega Sílemenn, þeir eru greinilega með mjög lélegt lið, þannig að það er ekki, þú veist, maður veit ekki alveg ennþá hvað íslenska liði stendur. Nei, en svo er allir að tala um að leikun á morgun verður svo erfiður, þegar ég heyri Makedónía, þá verð ég einhvern veginn ekki hræddur þegar það kemur í íþróttum, sko. Ég hugsa ekki með mér, Makedóníumenn. Nei. Það er mér stað bara svona meina eins og sem að fara að keppa mútið einhverju smáþjóð, sko. Já. Já, það er bara einhver smáþjóð fyrir þér. Nei, ég veit ekki. Þú veist, Makedóníu er aldrei verið þekkt sem einhver mikil íþróttaþjóð. Ágreifðu að hrættu við þá þegar það kemur að handbolta. Þeir náttúrulega eru sko hluti af gömlu Júgoslavíu sko og júggarnir voru svo góðir í handbolta í gamla dagar sko. Já, ok, en með hellingum góða mennu það kannski. Það er með júggablóð. Já, líka á þessum slóðum, þá er það oft bara, hei, hérna er taska, hérna er íþróttaskór, viltu spila með okkur? Já, ég er til í það. En einhvern veginn ekkert vesen að flakka alltaf milli liðastundu finnst mann eitthvað. Þú ert svo mikil rasisti í yðun. Ætlar að næsta að fara að segja að allir Makedóníumenn séu glæpamenn og þjófar. Nei, glætar myndi að fara að segja það. En það er bara, en hefur ekki tekið eftir, á þessum slóðum, þá eru menn, þú veist, hafa spilað með 2-3 landsliðum næstíð, sko. Sem er mjög steikt, þetta er ekki félagslið, sko. Það er líka, það myndast ný lönd á hverju ári, sko. Já, sem rúglega, en hvernig heldur að Ísland-Makedónía fara á morgun? Ég spái við vinnum það. Já. Fjandir hafið það. Ef að gá hvað veðbankarnir segja. Já, hvað segja veðbankarnir? Ef einhver veit það, þá ætti það nú að vera þú. Já, ég beintengdur inn á síðuna þennan. Beintengdur inn í hérna ég er með svona veðmangara, bara svona mann í kjallara. Nú er ég að kíkja á þetta, sko. Hvað segir Gian vinnuðin? Hvað gerir það? Sko, nú tjekka ég á bara, sko, nei, þeir eru ekki búin að gefa út stuðla á þetta, sko. Það er ekki komið. Þeir treysta sér ekki í að gefa út stuðla á þetta ennþá. En við þurfum að vinna það. Já, við þurfum að gera það. Það er ekki spurning. Áfram Ísland, við ætlum að fá hér lag sem hefur ekki verið spilað áður í FM 95 Blö og alveg fáránlegt. Herru, ég með þetta fyrirgeðu. Stuðlinn á Ísland er 1,30 og stuðlinn á Makedóníu er 4,5. Þannig að veðbókarnir segja... Ok, við eigum að rúlla þeim upp. Veðbókarnir segja solid Íslands sigur. Auðvitað, eins og ég sagði það. Þetta er Makedónía. Já. Við vinnum það. En stuðlinn á Kvatar á móti Rússlandi, svona fyrir þá sem vilja græða peninga, er 31. Ok.
hendi á það. Stundin á rússa 1,001. Það eru öruggur peningur, en við ætlum að fá hér lag í tilefni af því að söngvarinn í þessu bandi, sem er uppáhaldstrommari minn allra tíma. Hann er 44 ára í dag. Já. Hann heitir Dave Grohl. Svo höldum við áfram að tala veðmál og spila af því. Já, og jafnvel smá áfengi. Já. Bara hann er okkar líf. Fáum times like these. Já, þetta eru svona tímar sem við lifum á, syngur Dave Grohl og félagar í hljómsveitinni Foo Fighters. Dave Grohl gerði náttúrulega garðinn frægan fyrst á trommunum með Nirvana. Eitraðu töffari, sko. Eitraðu töffari. Mér finnst hann er á topp 3 hjá mér. Ég mætti djamma með hvaða 3 sem er í heiminum. Já. Fara út að skemmta mér og fara ég með honum. Já. Því líku snillingum, maður. En langar ekkert að djamma með Krist Novoselic, bassalegarinn og Nirvana? Ekki jafn mikið, en vissulega væri til í það. Það sem þetta er nú mín uppáhalds hljómsveit allra tíma. Ok. Ég var líka til að djamma með Kurt, en það er erfiðara. Já, það er erfiðara. Djamma með honum. Það lítur ekki best út í dag. Nei, við veitum ekkert það. En það er komið að netmisnotkunninni. Já. Sem er fastu liður hér hjá okkur á föstudögum. Já. Það förum við bara svona aðeins yfir netið, annarkvort Facebookið, Twitterinn og svona sjáum hvað menn er að bardugsa. Já. Og við veljum alltaf eitthvað svona sem við vakið athygli okkar. Já. Og ég verð nú að byrja bara á því að spurja út í eitt Bjössi. Já. Sem er að koma mér verulega óvart. Já. Egill Einarsson. Já. Sem er nú með mér hérna á föstudögum. Hann setti inn á fansíðuna sína á hann og setti hann statusinn. Já. Hversu góð hugmynd er að ég taki einhvern föstudag milli 8 og 9 og keyri fólkin í helgina með solid klukkutíma af stuðluðum. Já. Engin blöðpúp sem tala yfir lögin og eyðileggur þau. Já. Hann setti þetta inn fyrir 2 tímum síðan. Hann er komið með 892 likes. Það er bara 1000 manns sem er að fíla þetta. Já. Og sko fyrir utan öll kommentin, ég er enda að skrifa hérna versta hugmynd sem ég heirt og það er komið í 60 likes. Já. Sem er ágætt, eða 62. En þetta á 2 tímum finnst mér alveg gríðarlega mikið. Já. Hefurðu heyrt þessu lög sem hann að spila hérna? Já, ég hef heyrt eitthvað af þessu, sko. Þetta er ekki bara ég sem er að hugsa hvað skona viðbjóður þetta er það? Finnst þér þetta flott lög eða? Þetta fer nokkra hringi, sko. Já, en í geðvíkinni. Hafðu þér heyrt þetta? DJ Alligator, Scooter, Live in Hamburg. Svo var einhver föstudagur hérna daginn. Já. Þá spilaði hann Dr. Devil eða eitthvað með lagið, 13. hurðin í helvíti eða eitthvað. Þetta er allt eitthvað svona bara einhver viðbjóður sem þú heyrir á einhverju rave tónleikum. Þú ert búin að vera á 3 daga fyllir í eitthvað starf út í löndum, held ég, sko. Já. En allavega, eitthvað virðist þetta að vera að gera rétt. Þetta er komið 895 likes hérna hjá hann. Ég meina það, ef að þessir bara 895 hlusta á þetta, þá eru nú að fá meiri hlustun en margir útvarpsþættir á Íslandi. Já, þannig að þetta frá 8 til 9 á föstudaginn getur bara nýtt slott í að Gilsarhónum. Þetta er eitthvað mjög skrítið. Þetta er svona með hausverk helgar fyrir lengra komna, sko. Já, þetta er svona hausverk helgar í útvarpi. Já. Nema engar jullur. Já. Bara góð tónlist eða bara hörmuleg tónlist. Svo líka það er allir svona hvetjan hvaða lög hann eigi að setja, sko. Já. DJ Alligator Project, Whistle Song, hann var eins og með þetta lag, Horbjóður. Já. Svo, síðasta föstudag þá var hann með DJ sem að kalla sig Pulsedræfur. Hvað er það? Pulsedræfur. Mér finnst það gott. Þetta er allavega skemmtileg nöfn. Já, en svo líka fyndið, þegar ég var spurður, sko, helgina, hvort það Egill væri ekki að grínast með það. Já. En fyndna hann er ekki að djóka með þetta. Nei. Þegar ég, eins og ég dett stundum óvænt inn í sporthúsi á kvöldin ef ég hef ekki náð að fara á morgunæðingu. Já. Undantekningarlaustir í kemurna og hann situr og er ekki að þjálfa, þá er hann með headphone-un á. Og DJ Pulsedræfur. Nei, og Scooter, Live in Hamburg. Já. Bara með þetta, einn upp á skrifstofu í eyrunum og horfa á þetta. Og með hann að fara yfir einhverja tölvupósta hjá fólki sem er að senda honum út af fjárþjálfunni, sko. Já, einmitt. Þannig að hann fílar þetta. Já, hann er semst alveg ruglaður. Já, þetta er bara, ég skil þetta ekki, sko. Nei. En allavega, það eru fleiri greinlega að fíla þetta því hann er hérna með 895 likes en ég vona þessu margir á sömu skoðun og ég líka. Við getum nú ekki farið í netmiskun þessa dagana á þess að kíkja aðeins á Brynjar Már. Já. Hann er þetta búin að vera mjög rólegur. Já. Gæti verið að því að við erum búin að... Ég spjallaði nú við hann í tíndikislan á föstudaginn, sko. Þá sýndum við nokkra myndir frá honum, sko. Já, ok. Nokkra svona Lovebirds myndir. Já. En hann er ástfangin upp fyrir hauskallinn. Já, það fer ekki fram hjá neinum og hann er með eitt hérna sem hann var að setja á Facebooki sitt sem ég ætla að lesa. Það er sem sagt mynd af honum. Ertu að sjá þetta? Hann liggur með hausinn í grúfu á svona dínu. Já. Og Kristína, Akli Penn er
er eitthvað vörka bakið á honum, ég veit ekki hvað hann að gera þarna. Já, hann er svo veikur í bakinu strákurinn, sko. Já, hann er eitthvað nuttan eða stríðan með eitthvað. Herðu, hérna stendur, þetta setti Brynjar Már inn á föstudaginn. Í sumar eru 10 ár sinni ég kynntist þessari yndislegu konu sem er að tromma á bakið á mér á þessari fínu mynd frá árinu 2004. Já, ok, nú að tromma á hana. Í rúmt ár áttum við yndislega stundir saman og því fylgja frábæra minningar sem við munum varðveita alla tíð. Það er eiginlega alveg ótrúlegt en það er svo tíminn að við staði í stað þangað til að við hittum svo aftur árið 2012. Já. Ég man ekki við hvernig, já hann er að tala í síman á myndinni sko. Ég man ekki við hvernig ég er að tala í síman á myndinni, það lítur á að vera merkilegt því annars hefði ég verið að knúsa Anna Kristínu Aklipen en ekki að tala í síman, upprópunumerki. En maður lærir að mistökunum sínum, broskall, þessari konu ætla ég að giftast í Flórida í sumar, 10 árum seinna, blikkbroskall, góða helgi kæru vinir, with Anna Kristínu Aklipen. Mér finnst þetta bara svo fallegt. Ja, hann er komið 90 likes á þetta, þannig að það verðast allir vera að greiðla svona með. Já, Sigga Lund segir, þetta er bara eins og í bíómynd, ástin er góð, njótið hennar. Já, ég man ekki við hvernig ég er að tala í síman á myndina, hlýtur að vera merkilegt, því annars hefði verið að knúsa Önnu Kristínu Aklipen. Rólur, þess að getur ekki tekið síman á bara að vera að knúsast og slummast allan daginn. Daniel Oliver segir, þér er þess að ástfangin að sæta í gubba til hamingjuvinir. Já, það er gaman að þessu. Þetta var netmisnótkunni þennan mánudaginn, ég fóð svona yfir Þú getur ekki sagt netmisnótkunn. Nei, já, slærðum með þetta. Hörðu það gæti? Já, þú þarf að fara netmisnótkun. Þú þarf að fara í talþjálfun. Nei, það þess ekki. Smá talþjálfun. Þetta er bara erfitt orð. Netmisnótkun en henni er lokið núna. Og við ætlum að gefa Óla Geir frí. Þetta var hann Róliður, hann er bara að plugga á síðunni sinni núna. Já, Róli Geir. Róli Geir er að plana partí og fjör. Þetta lag er partí og fjör. Já, þetta er gott lag. Fíla þetta. Hér rétt handa hóttni eru sturglaðar staðreyndir. Við erum líka að fara að gefa bíómiða á myndina Django sem er Tarantino mynd með toppleikurum. Kaupið 2 pör af ullarsokkum og fáið 3. í kaupæti. Geysir Skólavörðustíg og Geysir Akureyri. HM-stemming á Górillunni. Karlsberg á sérstöku HM-tilboði og allir leikir landsliðsins í beinni á risaskjám. Górillan Austurstræti og Stórhöfða. Miðvikudag á Stöð 2. Fjöldi hjólreiðamanna lenda í alvarlegu slysi. Kalli og Arizona reyna að hlúa sambandi sínu. Kristína og Owen íhuga hvort þau eigi að skilja. Grey's Anatomy miðvikudag kl. 20:50 á Stöð 2. Það er Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjóma Nissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þetta eru Swedish House Mafia hér með Don't You Worry Child eða Engar áhyggjur barn. Við erum hlusta hér á FM 95 blöð á mánudegi og það er komið að dagskráralið sem er hér daglega og heitir Sturlaðar staðreyndir. Ó já. Já, komið tímaða núna. Let it rain over me. Let it rain. Hvað mynd var það? Já, Long Came Polly, það var vannmetinn grimmynd. Já. Mjög fyndir í henni hann Philip Seymour Hoffman. Já, það er rétt. En já, það er komið að sturluðum staðreyndum og ég ætla að byrja hér á fyrstu sem er 70% fólks hallar hausnum til hægri þegar það kissir. Og ég flokkast undir þau 70%. Já, ég líka. Þú líka, færði til hægri, má sjá. Já, ég myndi að heppi næstum þetta fætti vinstri. En svo er það líka 70% fólks, ég sagði á föstudaginn við Egil, það talar í síman, GSM síman, í hægra eyrað, gerir þú það líka? Þegar ég tala í vinstra. Ertu örfhendur? Nei, samt tala ég alltaf eyrað. Með hverju hendinni heldur þau? Vinstri og tala í vinstra eyrað. Skrítið. Já. Það er alltaf í hægra eyrað, sko. Já, svo er það næsta. IKEA varð árið 1994 fyrsta fyrirtæki heims til þess að vera með samkynhneigt par í auglýsingu hjá sér. Jésu. Sturlu staðrind. Já. 94. Já. Þetta er sturlað. Já, þetta er alveg sturlu staðrind. Flott hjá þeim. Já, auðvitað. En hvað, þú veist... Ég veit að þú ert mjög á móti þessu, en mér finnst þetta flott hjá þeim. Já, ég er með svo mikla fóbíu. Nei, hvað, þú veist, þú verður ekki bara 2 karlmenn að versla eða eitthvað? Jú. Nei, svona án gríns. Örugglega. Já. Ég veit ekki hvað er ég held að það ekkert verið eitthvað, þú veist, einhverjum 2 gaurar bara... þetta voru 2 karlmenn sem leik í auglýsingunni, sko. Já.
Herðu, það næsta skemmtilega staðrætt áttaferð, en svona hérna, Justin Timberlake sem gaf þeim þetta út nýtt lag í dag með Jay-Z og fleirum, ég ætla að spila hérna eftir. Ok, þú búin að heyra það? Já. Það er gott. Suit Up, ég fíla Justin Timberlake, sko. Þetta er Suit Up? Já, mér minna það, eitthvað svo leis. En hann allavega vann fegurðarsamkeppni þegar hann var 10 ára gamall. Nú? Mammans var að skrá hann í fegurðarsamkeppni og skráði hann svo í Mickey Mouse klúbbin þarna. Já, er þetta svona svolítið klikku fjölskylda eitthvað? Já, ég ætlaði að mynda að spyrja því, heldur þetta að sé svona trophy mom? Já, hljómar þannig. Já, ég menna, hvað, sem betur fer var mamma mín ekki að tróða mér í einhverja fegurðarsamkeppni þegar ég var 10 ára. Hún tróði bara í Playboy galla? Nei, það var amma mín. Það var amma mín og afi sem var í því að kaupa það. Hefur þú er aldrei ekki átt í svona fegurðarsamkeppni? Jú, ég keypti Herra Ísland. Nei. En var núna eitthvað sem tók þátt í þeirri keppni og heyrið þér hlæja, ertu að setja eitthvað út á þessa keppni? Nei, ég vona að hann hafi bara, sá hinn sami hafi húmor fyrir sér. Þetta er ekkert eitthvað flottasta sem fólk gerir. Nei, það er ekkert þessu. Ég var félaga sem að keppti í þessu. Þetta var bara strákar að kynna stressum strákum og svona, ekki? Já, ég meina, það besta við þetta er hvað er eignast allir góða vini. Já, for life. Já. Það er næsta, hættum að tala um Harry Ísland, Herra Ísland. Hjartað, já, þetta fannst mér svolítið magna. Hjartað í bláhval er á stærð við bíl og meðalstór manneskja geti synt í æðum hans. Jesús. Já, hversu stórt er þetta kvikindi, maður? Það er stórt. Já. Ég verði til að sjá bláhval. Það er þetta að fara í svona hvalaskoðanir hérna á Íslandi. Já, er það bláhval? Okkur kíkir maður ekki á það. Það er ekki eins og ég sé eitthvað annað að gera stundum á kvöldin. Hvenær er farið í þessar ferðir? Kvöldin? Það fara bara miðnætti? Nei, ok, fara bara einhverja helgina, fara bara næsta sunnudag eða eitthvað. Ég er að skoða hérna Blue Whale, hann er mjög stór sko. Já, ég verði til að sjá eitt svoleiðis kvikindi. Ég er að skoða hérna svona líkan sko. Já. Og hérna, hann er bara sko, þú veist, gíraffi er bara eins og mús við hliðin á honum. Já, þetta er ekkert smá kvikindi, maður. Þetta er bara, hann er stærri, hann er eins og risaðila sko. Er þetta ekki bara eins og perlan eða eitthvað? Ég veit það reyndar ekki alveg svo stór kannski. Herðu, það er næsta sem að mér fannst svolítið creepy sturlu staðreynd. Það eru til Harry Potter smokkar. Og ég veit ekki... Fyrir börn þá eða? Nei, það saman ég var að hugsa. Hver er markkópurinn þar? Já, sko, þú ert ekkert fullorðinn maður og ert heppinn og hendur allir náðið Harry Potter smokk. Jú, og segir við píuna, ég ætla að galdra smá fyrir þig. Það er svona bara eitthvað svo, þetta er fyrir brjánbrek eitthvað, þetta er fyrir the magic stick. Galdra þetta er alveg skelvilegt. Já, setur hann á magic stick. Já, en allavega, þá veitir þið það, ef það er einhverjir Harry Potter aðvandun úti og konir á aldur, þá getið þið keypt ykkur svona smokka. Virkilega hugulegt. Svo er það næsta, ljón stundar kynlíf alltaf 50 sinnum á dag. Eitt ljón? Skrítið maður. Veist, Greta. Já. Skrítin þessi ljón maður. Tjúfell er þetta skrítið maður. Nei, hérna, já, ég er ekki ljón, ég er krabbi. Já. Átnir af minn frændi. Þetta er fólk í... Nei, vitleysingurinn, þetta er að tala um dýrið. Ok. En frændi, vinnu minn, hann er ljón. Já. En það er ekki 50 sinum á dag í honum. Nei. 50 sinum á 10 ára fresti kannski. Það er hér næsta. Meðal manneskja lígur 4 sinum á dag. Og ég er fínn, er algengasta lígin. Ég er fínn. Það er bara, how are you doing? Og þú segir bara, I'm fine. I'm fine. Já, og þá ertu kannski ekki fínn. En eins og við erum nú rætt áður hér að maður segir það bara því að maður nennir ekki að fara að ræða eitthvað annað, sko. Já, hvernig ertu? Er góður? Já. Hvernig ertu? Ég er bara ekki nóg góður. Nei, þú nennir ekki að heyra það. Nei, þetta er bara svona, hvernig ertu? Og þú segir bara ég er fínn. Já. Það eru 2 eftir. Johnny Depp misti sveindómið þegar hann var 13 ára gamall. Flott. Já. Er það ekki? Ég veit ekki. Hann alltaf var sagði þetta í einhverju viðtalið. Þetta er sturlu staðreynd. Ég var 15. Rúlegur þetta. En þú? Já, ég líka. 15 ára? Já. Er það ekki svona bara algengur aldur? Ég veit það ekki, sko. Nei, við kannski að sleppa að ræða það bara. Svo er það síðasta. Þetta er eitthvað sem ég vissi að þú myndir að gaman að skjóta mig með. Geroskofóbía. Já, geroskofóbía er hræðsla við að eldast. Heyrðu, ég held ég hafi sett þetta einhvern veginn á Twitterinu þinn. Já. Ég hafi tweetað þessum tíma á þig. Passa. Er það ekki? Jú. Og það er stjórnstu staðrind, geroskofóbía, það er hræðsla við eldast. Er ég haldinni niður? Ég spyr þig. Nei, ég er ekkert hræddur við eldast og ég hægi mér ekki þannig. En hvernig finnst þér að líta í speilin og sjá að æsku ljóminn er horfinn? Hann er ekki horfinn.
allavega ekki spekla. Ég kannski sé ykkur aðra myndir en þú. Já, mér er hann ennþá þarna. Þetta voru sturglar staðreyndir, styttist hér í að við ringjum í Steinda Junior, ætlum aðeins að ræða hann völvuna sem að við lásum hér síðasta mánudag, því að ég held að hann sé búinn að klikka á ykkur sem hann var búinn að lofa að gera hér í janúar. Heldur betur. Þannig að við ætlum að stríða honum aðeins, en fáum fyrst Asaf Avidan sem víst karlmaður en ekki kona. Ekki frá því, þetta sé flottasta lagi á stöðinni í dag. One Day hér með Asaf Avidan og gríðarlega vinsælt á skemmtistöðum bæjarins líka. Topplag hér á ferð. Það styttist í að við tjekkum á Junior, svo erum við líka að fara að gefa miða hér á eftir á kvikmyndina Django Unchained. Hvernig ætlum við að gefa þessa miða? Já, við þurfum að finna bara eitthvað skemmtilega leika eitthvað. Já. Mátt alveg hugsa það, við gefum það hér eftir klukkan 5. Þetta er nýjasta Quentin Tarantino myndin og það eru rándýra leikarar hérna í henni. Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio og fleiri. Og hef ég heyrt mjög gott að þessari mynd, mér langar að sjá hana. En þetta er mitt FM forsýning sem er á miðvikudaginn, 16. janúar, klukkan 8 í Smára bíó. Já. Við ætlum að gefa mið á það hér á eftir. En já, áður við fyrir mig stutt skilaboð, þá ætla ég að segja þér hérna að ég veit það ekki, þetta er kannski ekkert jafn skemmtilegt og ég held þetta væri, en ég prentaði þetta út á hann. Það voru hjón sem er að skilja, sem væri nú ekki frásögufærandi nema að þau heita bæði Kelly Hildebrand. Hvaðan eru þau? Þau bara kynntust í Bandaríkjunum. Vá, hvað er skrítið? Já, kynntust 2009, þau búin að vera gift núna í tæp 3 ár. Og þau hafa væntanlega haft sikkurt eftirnafnið. Nei, þau hétu nefnilega bæði. Fréttin er svo að þau hétu bæði Kelly Hildebrand alveg upp á staf, en þannig að hún þurfti ekki að breyta nafninu sínu konan þegar þau giftust. Já. Af því að þau hétu það sama fyrir. Já. Og kynntust á Facebook af því að þau fannst svo fyndið og hétu þetta bæði. Já. Þannig svona varði þetta samband og þetta hjónaband til, en nú eru þau að hætta saman. Leiðilegt, af því að svona skemmtileg saga. Gætir þú verið með konu sem héti Auðun Blöndal? Kannski Auður Blöndal? Nei, ég mætti ekki, er hún ekki frænka mín þá? Nei, hún er ekkert allir Blöndalar eitthvað náskildir þér. Það er eitthvað 2 Blöndalættir. 2 blöndur. Já, 2 blöndur. Jú, og hún er við skild mér ef hún heitir Auður Blöndal, eða ekki? Já, kannski ekki hún er í hinni Blöndalsætinni. Nei. Erst þú skildur Birni Blöndal? Ég veit það ekki. Þú mættir alveg vera með honum. Já, okkur í 0, ég er góður sko. Er það? Því að það er þá blandað mér og þér, eða? Björn Blöndal. Ég sko... Hefur hugsað það? Hvort er þetta að tala séð og heyrt ljósmyndaran eða alþingismannin fyrirhandi? Ég var að hugsa alþingismannin fyrirhandi, en þú? Varst þú með Björn Blöndal stjörnuljósmyndara? Nei, fyrst var ég að hugsa stjórnmálamanninn, sko. Já, hann hlýtur að hlusta á mánundum. Hann er bæðið með Björn og Blöndalinn. Já, þetta er bara ófælla. Já, en þetta, ég veit það ekki, það er kannski ekki ómerkilegt. Gætirðu verið með konu sem héti, þú veist, kallmanns, svona sterku kallmannsnafni? Er þannig á Íslandi? Nei, þú veist, það er ekki, en ef einhver kona héti bara Steingrímur. Já, það er samt mjög falleg. Jú, ég myndi bara kalla hana Steinu. Nei, hún myndi brjálast. Hún myndi bara, ég heiti Steingrímur. Já, ok, það væri bæði með svona nafn og bara með eitthvað skrítin fettis. Nei. Sem að væri bara, ég að kalla hana Steingrímur. Nei, bara eins og þú veist, þú myndi bara vilja láta kalla Auðun, ekki Öddi. Og hún væri eitthvað, þið væri eitthvað að kela á svona, og hlutinni væri að vera hot and heavy. Þetta er eitthvað skrítnasta spurning sem ég fengi. En þú þyrftir alltaf að kalla. Ég get valla að segja, þetta er það vitlaus spurning. Ég var bara erfitt með að setja mig í þessi spór. Hvað, ligg ég með henni og verða að segja Steingrímur eða? Samt er þetta gullfalleg kona? Já. Já, ég myndi alveg láta mig hafa það. Ok. Steingrímur. Ég myndi bara, ég er ekkert voða mikið í nafna ef ég er að smútsjast, þá er ekkert alltaf að kalla nafni á viðkomandi, sko. En hún, þessi kona sem umræðir, hún fær ekki mikið út úr. Þetta bullit er alltaf að fara lengur og lengur. Nei, hún vill að hérna... Já, hann ætti fettis hjá henni, ég kallar þetta. Þetta er ekkert fettis. Nó, ef hún vill bara eitthvað svona, þegar þú ert að láta vel að henni að hún segir nafnið hennar. Og nafnið er Steingrímur. Já. Og hvað verður þú bara alltaf að vera að segja? Það er bulla þetta. Við ætlum að fara þetta í stuttskilabóð og hringja 17 Junior. Jæja, takk nú vel eftir. Við hjá Dominos erum að gera og græja í Skeifunni og þurfum því að hafa lokað í nokkra daga. En við opnum nýjan og glæsilegan Dominos fljótlega. Þangað til er alveg upplagt að kíkja á Dominos til dæmis í Skúlagötu, á Nýbýlavegi, Höfðabakka, nú eða í Kringlunni. Við sjáum svo fljóti í Skeifunni. Dominos. Notaðu færið. Kauftu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. Dansskóli Birnu Björns er í sporthúsinu. Horfðu á strákana okkar þegar þér hendar. HM í handbolta er í leigunni.
Vodafone. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Rakaðir pungin hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þetta er Adele hér með lagið One and Only. Kósi og romantísna hjá okkur í Bjössa á mánudegi. Það er 14. janúar og við vorum að spája hringja núna í einn félaga þáttarins. Þannig mál með vext að við vorum með völvu hérna núna síðasta mánudag, Bjössi. Já, sem að sagði til að Steinþór Róar myndi meðal annars vera nokkuð blautur á árinu eða sem sagt gefinn fyrir sopan. Já, og hann var nú ekki alveg sammála því. Nei. Og sagði að það væri bara eitthvað rugl og létu okkur heyra það og sagði meðal annars að hann meira sem væri ekki að fara að gera neitt í janúar. Nei. Hann ætlaði bara að vera eitru allan janúar, svona nettu janúarblöð. Og það stóðst heldur betur ekki. Núna... Nei, það var strax bara dautt helgin og ég er að spája að hringja bara hérna í hann og spyrja hann aðeins út í þetta. Já. Tjekkum hérna hann. Þannig að það má segja völvan hafi haft rétt fyrir sig. Já, hún alltaf hefur alltaf rétt fyrir sig, sko. Það múið hann svari. Ekki hann í ræktinni. Nei. Það er nokkuð ljóst. Steinþór. Halló. Steindi. Já. Sælunir, þú auðvitað heiti ég og beint á móti með sittur Björn Bragi. Blessaður. Já, sælunir. Sælunir, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 957. Já. Og jafnframt beintengdur við meðferðarstöðuna Vog. Nei, býttu, er þetta Marathon Bjössi? Blessaður, er þetta hægt að fá þér það? Við ætlum bara að gera svona eins og aðrar útástöðar gera og blöð og svona. Við vorum hérna með síðasta mánudag, þá ákveðum við að henda í völvu. Já. Að lesa upp. Þú hringdir í mig. Já, við lásum hérna völvuna. Og hún spáði að þú erði mjög blautur á árinu. Já, einmitt. Já. Manstu hvað þú sagðir við völvunni? Ykkur vantar svo hugmyndir, er þetta nákvæmlega sama grín og senna? Nei, byrju. Við erum að fylgja eftir frétt, eins og allir góðir fjölmiðlar að gera. Já. Þú sagði við okkur að völvan væri með allt lóðrétt niður þessu þarna. Já, algjörlega, hún var með allt lóðrétt niður þessu. Þetta völvan sem þú semur var mjög rætt. Og þú sagði meðal annars að þetta væri það mikið kjafta að þú ætlar ekki að gera neitt allan janúar og ætlar að vera á snúrunni. Já, janúar, við erum sennilega að tala bara februar og mars líka. Þú sagði að það er Snúru Junior í janúar. Já. Eða Steindi Snúrjór. Já. Já. Skemmtilegt nafn þarna. Og ætlaði ekkert að gera. Nú ætlum við bara að tjekka, nú er komið inn 14. Ertu búin að standast það? Já, ég myndi nú segja það. Ég myndi segja það. Ertu ekki búin að gera neitt? Hvað gerðir á föstudagskvöldið? Já, maður fekk sig kannski, ég held ég að fengi mér 1 eða 2 bjóra, hvað ætlaði að fara að erfa það henni? 1 eða 2? Veitu, hvað er að gera svona? Það er komið 14. janúar og þú ert strax búin að klúðra þessu, þannig að basically Þið eru leiðilegum. Þú ert basically að segja okkur að völvan okkar að það er rétt fyrir sig. Já, sko, erum við að tala um hvað? Föstudaginn? Já, þú varst á herrakvöldi og varst svo niður í bæ og annað, fréttu við. Já, herrakvöldi sem þú dróst ná. Það er skemmtilegt. Ekki verið að kenna mér um það. Ætlaði þú ekki að vera slakur í, hvað sagði völvan um þig, Auðun? Hún rætti ekki um mig. Nei, ok. En hún talaði eins og að Steindi Junior, þetta er blautt ár hjá honum. Ok, þetta er glata. Ég fæ símtal á föstudaginn og þú ert að hringja í mig og fleiri menn. Þú ert að vinna í þessum helgins og þessi völva sér að manna þeim. Steindi, ég með smá svona að því að bara, nú er ég að tala þig sem vinur, ekki eitthvað í útásættinu. Mér þykir vænt þig og ég vil leggja fyrir nokkra spurningar, sko. Sama hér, sko. Sama hér. Ertu farin að missa úr vinnu vegna drykkju? Pass, ok. Er drykkjan farin að gera heimilislíf þitt óbærilegt? Pass aftur? Nei, þetta er ekki pass. Pass þið bara já.
Ertu að drekka af því að þú ert... Veistu hvað ég er akkurat núna? Ég er akkurat núna á skrifstofu að vinna. Já. Ertu ekki á B5 eins og síðast þegar þú hringdi mig? Nei, frændin ekkert og hringdi með þetta. Þú er alveg málega að þú sko besi. Þetta kemur þú svo harfið á. Þú ert eitt mesti ógæfu bjössi sem ég hef heitt, sko. Drekkuru af því að þú ert feiminn við annað fólk? Þú leggst þarna bingo-bjössa. Við borgaði einhverjum vanudrópum og einhverjum kökudrópum. Þú drekkur ekki að því út feiminu það, Steindi? Strákar, þið eru ömulegir. Þið eru sveipandi í einhverjum marathonum og hangandi í ræktinni og talandi þetta út af við og takandi myndra ykkur. Þið eru rennandi blautir, ræflar og ekkert annað þarna niður. Í alvörunni tala. Einasti maður í þetta 9 blöð er auðning. Færðu mikið samviskubitt þegar þú vaknar eftir fyllirí? Sko, ég er náttúrulega, já, ef maður fæði sig kannski, þú veist, fleiri en 2, maður fæði sig kannski 2-3 bjóra. Já. Ef maður er að horfa, ef það er HM og svona, maður fæði sig kannski 3 bjóra, þá var maður samskipið, ég veit ekki það. Já. Ertu í fjárhagsörðurleikum vegna drykkju? Nei, þetta er allt bara, Uddi er rosalega gafmildur á barnum, þú fer með hann út, þú verður að vikna, en sko, málega að Uddi kaupir flöskur og svona, þú veist, þetta er alltaf nóg að drekka í kringum Udda. Já. Ekki verið að blanda mér inn í þessu ógæfiðina, Steindi minn. Þið hefur verið ljótur maður og leiðilegir. Nei, við erum að stríða þér. Þetta var bara því þú varst í völvunni okkur síðan, svo fattaði ég allt í henni, herru, þú ætlar ekki neitt í janúar, en svo sá maður þig bara slefandi niður í bæja og strax á föstudegi. Já, ég var nú ekki slefandi og ég var farin heim á undan þér og allt þetta, en við getum talað það seinna. Ég er með tilkynningu núna. Nú? Já, nú er maður bara komin á snúruna. Er það málið? Já. Ok, ekkert með í janúar? Nei, ekkert í janúar. Hversu lengi? Ekkert í februar heldur. Ok, hvað, er búið að vera eitthvað vesen á þér eða? Ég heyri ykkur, þetta er ekki hægt. Ágætt á mann. Nánast bara orðin aðdæðandi á þessu lagi Locked Out of Heaven hér með Bruno Mars. Það er eins og komin tími á að gefa bíó með það hér í FM 95 Blöð og það er engin smá mynd sem við erum að fara að gefa og hún heitir Django Unchained og er nýjast afurð Quentin Tarantino. Já. Og þetta eru Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio og félagar og þetta er svona mynd sem að ég hugsa að séu fáa myndir sem ég er spenntur fyrir að sjá þessi núna. Jú, líka hérna Gangster Squad, hlakka geða til að sjá hana. Ríkala flottur trailerinn henni. Já. En við vorum, eða ekki, að spája að vera með svona einhverja spurningu til að vinna. Jú, ég kem með einhverja spurningu vinna. Að þú að stjórna því? Ég stjórna því. Nú sem ekki bara gefa, ætlum að gefa þetta. Ef ekki að gefa svona, þú veist, hvað eru að gefa marga með það? Við svona 6 í beinni. Ok, og allir fór miða fyrir 2? Já, miða fyrir 2. Ok. Við erum þá að gefa 3 einstaklingum í beinni útsendingu. Já, það hljóma mjög vel. FM 95 Blöðkvandaginn. Halló, enginn þarna. Samt er ég með Róbin Líman, FM 95 Blöðkvandaginn. Halló. Halló, nei. FM 95 Blöðkvandaginn. Já, góðan dag. Já, góðan dag. Hvað segir þú gott? Ég segir gott. Ekki? En þið? Herru, við erum feskir hérna á mánudegi. Er það ekki? Já, Ávallt. Ávallt feskir. Þið langar að kikja í bíó? Já, það væri búið gaman. Já, þetta er sem sagt, það er FM forsinning á miðvikudaginn núna, 16. janúar, klukkan 8 í Smárabíó. Ok. Og Björn Bragi er með eitthvað spurningu fyrir þið. Ég er með spurningu, þetta er semst, myndin sem umræðir er Django Unchained. Já. En árið 1966 kom út önnur mynd sem heitir Django. Hver lék Nathaniel í þeirri mynd? Það veit ég ekki. Er þið brjálæðir? Ok, geðin annan séðans. Nei, ég er að grínast þér. Hver sá tónlistin í myndinni? Herru, þú fær miða. Þetta var grínspurning. Já, ok, hún þarf ekki að svara neina. Það er yndislegir. Nei, hún ekki svona. Hún er svo yndisleg, ég heyri röddina. Hvað heitir þau? Ég heiti Ráðhildur. Ráðhildur? Já. Ráðhildur, og þú kemur bara að sækja miðana eitthvað upp, þú átt 2 miða, bara sækja þetta upp í Skatalín. Afgreiðslu 365. Glæsilegt. Herri, takk fyrir að ringja. Takk kærlega fyrir. Ok, bye. Bye. Þá erum við búin að gefa þennan, við ætlum að gefa hérna nokkri, allavega, 2 í viðbót, FM 95 Blöðkvandaginn. Já, góðan dag. Hvað segir þú gott? Ég sé allt frábært. Voru þetta í stelpum bara núna, ég ránaði með þetta. Já, sko, þetta er náttúrulega þegar maður er á leiðinni heim, þá hlustar maður náttúrulega FM 95 Blöð. Hvað er kjallað fyrir það? Ég ránaði með það. Og það er nógu erfitt að ná inn, svo mjög svolítið ósangjart á spurningar. Já, er það þannig? Ok, geturðu nefnt mér eina sturlaða staðrind?
Bara einhver sem hefur sagt í þættinu frá upphafi. Þú elskar fíla. Þetta er nóg. Ég gefur það. Hvað heitirðu? Drífa, hvað stóttir? Hafsteins. Drífa, Hafsteins, herru, þú átt 2 miða hérna hjá okkur og kemur með okkur í bíó á miðvikudaginn. Ok, takk. Herru, takk, bye. Þurfum við ekkert að spyrja meira Django frá 1966? Já, mér fannst það enda drullu góð spurning. Það er líka frá svona hringjan á FM, reyna að vinna með og það bara, hver lék Charlie í myndinni frá 66? FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Góðu bara? Með það ekki? Jú, það er lítið annað. Ná, ég fíla það. Einhver mánudagur er það? Nei. Nei, róleg og góð helgi? Nei, það er náttúrulega brjálið helgi, sko. Já, með steindarnir í bæ, sko. Það er ekkert annað hægt. Nei. En þið langar að kíkja á Django? Það var fínt, sko. Já, bjóðstu þetta með eitthvað spurningar á honum með hann? Já, ég er með Django tengda spurningu. Já. Árið 2007 kom út mynd sem heitir Sukiyaki Western Django. Já. Það er japansk mynd. Já. Hver samdi tónlistina í þeirri mynd? Var ekki, gaurinn hana úr hinni myndinni? Jú, Koji Endo, ætlaði að segja það. Já. Það er rétt hjá þér. Það er nákvæmlega sá sem ég bara hugsa, sko. Það er laukrétt. Það er hárrétt hjá þér. Hvað heitir kappinn? Það er Björgvin Fjellsteð. Björgvin Fjellsteð? Fjellsteð. Ég get lofa þér því að Öddi er að skrifa eftirnafnið þitt villust. Já, það er gagfræðingurinn. Ég get alveg lofað því. Já, ég treysti Björn, sko, til að redda þessu. Já. En Björgvin, þú átt inni 2 miða hér í Skattalíð og kemur bara að pikka á. Ok, þetta er miðvikudaginn. Já, þetta er, sýningin á miðvikudaginn í Smárabíó. Þannig að komið dag á morgun. Ok, bye. Ok. Þá erum við búin að gefa hérna nokkra með. Við gefum kannski, einhverja hérna off the air eins og ég segja. Já. Ekki í beinni. Já. Fáum hér... Og undir borðið ef einhver svona kemur með eitthvað annað í staðinn fyrir okkur. Þú veist, eins og til dæmis ef einhver myndi að koma með mat. Já, það er bara ef einhver kemur með pizza í nanda, mér að fá með það. Fyrir henni hörstöð skilabúð. FM 957 kynnir með stolti í samvinnu við tónlist.is nýjustu mynd Quentin Tarantino Django Unchained. You kill people and they give you a reward. 5 Golden Globe tilnefningar og gagnrýnendur halda ekki vatni. Enda sammála að hér sé á ferðinni fyndnasta og blóðugasta mynd Tarantino til þessa. Stórleikararnir Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio og Samuel L. Jackson fara á kostum í bestu mynd ársins. Like the way you die, boy. Fylgstu með á FM og þú getur nættir í miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Django Unchained á miðvikudaginn klukkan 8. Kill white folks and they pay you for it? It's nothing like FM 957 og tónlist.is. Django. Allir leikirnir í HM í handbolta í leigunni. Horfðu á strákana okkar þegar þér hentar. Vodafone. Sólbaðstofan Sól 101 hefur opnað aftur með nýjum eigendum, tilboð á ljósakortum og 2 fyrir 1 á sunnudögum. Láttu sjá þig. Sól 101, Aðalstræti 9, sími 578-7808. Miðvikudag á Stöð 2. Fjöldi hjólreiðamanna lenda í alvarlegu slysi. Kalli og Arizona reyna að hlúa sambandi sínu. Meðan Kristína og Owen íhuga hvort þau eigi að skilja. Grey's Anatomy miðvikudag klukkan 20:50 á Stöð 2. Það er Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. FM 95 blöð á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Hvernig er þetta lag, Björsi? Mér finnst það mjög ljúft og fallegt. Já, ég er að fíla þetta. Það er, hún má eiga þar í hana að eins leiðilega hún er á Instagram og þá er hún góð tónlistakona. Já. Ég er hættur að followa hana þar. Á gramminu? Já. Talandi Instagram? Ég byrjaði að followa hana. Já. Og ég hætti. Af því að hún var bara neglin bara 10 á mínútu eða eitthvað, sko. Það er mikið. Já, ég var bara að spamma veggið minn. En nú ert þú komin á Instagram. Það er rétt þér. Já. Sem Audun Blöndal. Já. Af því að það var einhver annar. Viltu að einhver byrja að followa eða? Nei, það er einhver annar að það líka sem er Audi eða eitthvað svolítið. Já. Þess vegna sagði ég Audun Blöndal. Já. Já, vill ég einhver followa? Auðvitað vill ég að fá followers. Ok. Þú ert búin að vera lengi á Instagram.
Ég hef búin að vera síðan í vor. Já, ég verða að viðurkenna, ég held að þetta væri bara eins og Facebook og Twitter. Þetta er náttúrulega ekkert allt öðruvísi en ég er gaman að þessum. Þetta er rosa skemmtilegt. Hérna, ég er búin að vera að skoða myndar sem þú setur inn. Já. Fyrst held ég sko að þú væri að fara að bjóða þig fram til forseta því að þú setti bara myndir af þér haldandi á einhverjum litlum börnum, sko. Ég held að þú væri eitthvað aðeins að miskilja þetta. Nei, ég tók mynd af og ég góð hlæðilega. Ég tók mynd af með stráknum hans Péturs. Já. Og svo fór ég heimsókn til Sveppa og þá hitti ég líka litla götuna hans, þannig ég vildi bara taka með honum líka. En þú veist, þetta eru 8 myndir og það er bara frægt fólk og lítil börn. Nei, það er Doug Heffernan og... Er hann ekki frægur? Já, þú meinar. Já, hvað á ég að setja, matinn minn eða? Nei, alls ekki gera það. Nei, ég kann svona öllu ganni sleppti. Ég er að tjóka. Þú er reynslu á hana. Já, ég er ekki að segja ég sé einhver sér svona einhver. Ég bara er ánægður með það. Ég er fagnað komið þín á Instagram. Ná, þakkaði fyrir það. En þú varst... Ég sko, á meðan ég er að tala, núna bara síðan að ég byrjaði að tala um þetta, þá ertu búin að fá 10 followers. Ok, laglega. Þeir hérna. Alltaf áfram að tala um það. Já. Instagram. Ég er líka þarna Björn Bragi. Þú sagði bregðu daginn, þá varst það skammast, af því að þú hefur nú spáð mér í Instagrami. Þá fór rosalega í töðunar ef að fólk er að setja inn á Instagram mynd sem það tók fyrir kannski viku síðan. Já, sko. Þetta er bara að þú er að setja beint inn eða ekki. Jú, þú veist, það er pointið með Instagram. Já. Þetta er instant, skilur. Þannig að þetta er basically út að sína hvar þú ert og svona, ekki? Jú, þetta er svolítið þannig, sko. Já. Ég hef einu sinni svindlað sjálfur. Það var einn gamla mynd. Já, hún var ekki mjög gömul, hún var svona... Þegar þú varst búin að vera að rakka aðra niður fyrir það. Já, ég er að játa sekt mína. Þá var ég hérna með, nefnilega, því að þá hefði ég tekið mynd af mér með Rafael van der Vaart, sem er náttúrulega legend. Og já, þú veist, þangað til hann byrjaði að berja kona sína í síðustu viku og var hann aðeins minna legend. Hérna, en allavega, svo fór hann frá Tottenham og þá setti ég inn myndina svona eitthvað. Já, eitthvað svona bye bye, takk fyrir allt. Takk fyrir allt, Varta, eitthvað svona. Skilin. Þannig að þú veist, ég svindlaði þá. En annars, ég held að hérna, þetta er svona, maður vil sjá eitthvað sem er að gerast núna. Fólk er líka farið að vera svolítið eitthvað, tjekkið á mér hérna, en svona leit ég út hérna fyrir 20 árum, eitthvað svona. Já, inn á Instagram. Eitthvað sakna sumarsins, eitthvað svona gömul mynd. Það er ekkert insta við það. Nei, það er ekkert insta við það. Það er líka sem ég tók eftir með þetta og fannst heldur þægilegt var hérna, ef það eru, þú veist, ég er að followa kannski einhverja félagi mína og þeir setja minn og þá veit ég til dæmis að þeir eru að gera eitthvað, skilur. Já. Eins og maður fór út að lífa á föstudaginn. Já. Svo sá maður, já, ok, hann er að gera eitthvað. Já, einmitt. Þú getur verið heima hjá þér. Og svo getur þú bara verið bara, heyrðu, þeir eru bara allir þarna, ég ætla bara að mæta. Ég ætla bara að fara þangað. Heyrðu, það er ammælið þarna og mér var ekkert boðið, ég ætla bara að mæta þangað. Instagram er draumur fyrir uppáþrengandi fólk. Já, heila. Það er bara, þú veist alltaf hvað er í gangi og getur verið mættu bara hvort sem út boðin eða ekki. Já, en sko, þú veist að nefna þetta með matinn. Ég tek eftir, fólk er svolítið að setja inn hvað er að borða. Já, ég sjálfur skil það aldrei, sko. Ég veit ekki, kannski hafa einhverjir gaman að því, sko. Strax skarra, hafið þá andlitaður og matinn, skilur við? Ég er saman því. Og sjá þig brosandi allavega. Já. Þú veist bara að sjá eitthvað fisk á disk. Nei, og svo bara eitthvað stundum að vera holl, eitthvað svona. Ég er ekki mikið fyrir það sjálfur, sko. Mánudags ísa. Já, mánudags ísa. Ég sá það eitthvað. Þetta er bara að followa einhverju sjómenn. Nei, það var einhver að fá sér ísu í hátteginu því að mánudagur, ég veit það ekki. En það, mér finnst það ekki að spennandi. Mér er strax skarra ef, eins og ég segja, settu matið með hliðin á andlitinu og brostu eða eitthvað. Já. Hérna er ég að fá mig pítsu eða eitthvað. Viljum sjá fólk. Já, viljum sjá fólk á andlit, en... Já, ég er alltaf mættur að inn og býðu hvað er þetta eitthvað að dissa myndina, verðist ekki ánægð með það? Jó, ég bara, þú veist, til hamingju og velkomin. Til hamingju með þessar followers sem er búin að fá út af þessu umræðu okkar. Já, ég ætla að óska Dave Grohl aftur til hamingju. Ég spilaði lag með Foo Fighters áðan. Hann er 44 ára gamall í dag og þetta er einn af mínum uppáhaldsmanneskjum í heiminum. Þannig að nú ætla ég að spila lag þar sem hann er á trommunum. Þetta var tekið upp í New York á sínum tíma. Heitir Where Did You Sleep Last Night? Hann er ekkert að lemja húðina fast í þessu lagi. Nei, hann bara svona Þetta er að mínu mati besta hljómsveit allra tíma. Mín skoðun ég rétt á henni. Hún heitir Nirvana og lagið heitir Where Did You Sleep Last Night? Unplugged tónleikunum þeirra í New York. Já, gefum svo gott klart. Sem kom út eftir að hann dó. Já, eftir að Kurt Cobain kvaddi þennan heim. Sorglega. En þú varst að... Ég var búinn að krefast þess að við myndum ræða þessum sjónvarpsþætti. Já, sérstaklega því þú varst að rakka niður Doug Heffernan. Já. Hvað er það? King of Queens. King of Queens eru einhverjir svona vannmettnist og skemmtilegustu þætti bara sem að ég veit um. Ég hef alltaf elskað Doug Heffernan og Arthur, tengdapappans, snillingar. Já, Hvernig getur ekki fílað þetta? Ég veit ekki, ég hef ekki hort á alla þættina sko, en
Nei, ég hef hort á alla oft, sko. Ég að taka núna svona marathon. Það er ræðilegt, sko. Mér finnst það ekki, sko. En ég sko, King of Queens, Friends, Entourage. Þetta svona þættir sem ég get hort á endalaust. Mér finnst King of Queens vera bara svona eins og According to Jim eða eitthvað svona. Nei, ekki með Jim Belushi hann. Ekki gera þetta eitthvað svona fjölskyldu pappi sem svona algjör lúði og eili. Þetta svo miklu fyndnara maður. Á hann ekki krakka þarna King of Queens? Nei, ekki börn. Bara í síðasta þættinum, þá ætlaði eitt og ofum er rólétt. Já. En þau aldrei börn í þáttunum, sko, en Deacon vinnur hans, hann með börn. Já, ok. Ég veit ekki. Hvað finnst þér svona klassískt gott? Seinfeld, já, ekki auðvitað, Seinfeld er stórkostlegt. Af því að við erum að tala svona kannski aðeins eldri þætti, ekki alveg nýjustu þætti, sko. Við erum að tala eins og kannski 90s og svona frá því aldamóti. Ég er mikill Seinfeld-aðdáandi, við ekki ná. Já, þú veist, King of Queens er ekki einu svona, sko, top 100. Nei, ég skil það ekki. Þetta eru góð, sko, ég held að þú sett ekki búin að gefa þeim nóg mikið séns. Ég geti oft bara stundum óskað þess að Doug Heffernan væri vinur minn eða bróður minn eða eitthvað. Mér finnst hann svo fyndinn. Ég þoli ekki hennar leikara, Kevin James. Svo bara leiki í lélegum bíómyndum. Já, ég er sammála því. Hann er ömurlegur uppistandari. Nei, hann er ekki ömurlegur uppistandari, en hann hefur leikið í skelfilegum bíómyndum. Hann þarf að fara að reka umbasinn. Ég er alveg sammála því. Myndirnar hans upp að síðast fyrir hörmung. Ég vil labba á þetta tveim. Mall Cop var gubb. Hvað var hann að reykja þegar hann las handritið og var bara, heyrðu? Það er bara umbásmann hans hefur fengið eitthvað rosa kött af því. Svo fór ég líka á Zookeeper. Veit ekki okkur, ég fór með öðrum fullónum kallmanni en við löpum út af henni í hliði, sko. Þá var hann að tala við dýrin og eitthvað og viðbjöð, sko. En þessi þættir bara klassík. Algjör klassík. Svo náttúrulega samt, sko, svona eins og við vorum að tala Beverly Hills á þann. Já, ég horfði alltaf á það. Já, ég líka alltaf. Og Melrose Place. Þessi þættir náttúrulega ekki góðir. Maður bara fannst þér svo góðir þá. Ég veit að þetta eru þættir sem eldast ekki vel. Ég hugsa að það sé ekkert skemmtilegt að horfa á Beverly Hills 90210 núna. Það er eins og að komið eitthvað nýtt Beverly Hills, eða ekki? Jú. Ég hef ekkert hort á það. Ég hef ekkert að horfa á það nema að sé Dylan McKay og eitthvað. En varstu eitthvað að þú dast inn í eins og Dawson's Creek og eitthvað svoleiðis líka? Nei, sem er mjög skrítið því ég var alltaf svona nettur, ég horfði á Melrose Place, ég horfði á Beverly Hills 90210. Það var gert grína með fyrir þetta, sko. En ég dætti aldrei í Dawson's Creek eða hvað var áttur I don't wanna be anything, Monterey Hill. Já. Dætti ekki heldur í neitt svoleiðis, sko. En það var aðeins setna og OC og eitthvað. Já, OC, ég horfði aldrei á OC. Mér finnst þetta ógeðslega flott lagi alltaf. Já, nú er það er OC. Já, og svo var hérna Monterey Hill var Gavin DeGraw-lagið. Já. Nákvæmlega. En þú horfði þú á það? Nei, ég nefnilega, sko, festist bara, ég fastur í 10. áratugnum. Já, þú veist ekki horfa á neitt nýtt? Nei, ég horfi bara aftur og aftur á það sama, sko. Þú veist alltaf að horfa bara auðvitað og seppa á 70 mínútur eða það? Var það á 10. áratugnum? Nei, við vorum það ekki. Var það 90 eitthvað? Nei, eitthvað, byrjaði 2001. Já. 2001 í 70 mínútur. Nei, þú veist, ég ligg reyndar yfir gullinu. Já, gullið er skemmtilegt, maður. Ég horfði það daginn, versta sjónvarpsmoment mitt ever, og það er alveg ótrúlegt með það. Bara það var lagið. Af öllu sem ég hef tekið þátt í, þá hefur mér aldrei liðið jafn illa og þegar ég var í það var lagið. Ekki það náttúrulega Hemmi er bara stórkostleg manneskja og lætur manni líða vel. Ég kann ekki að syngja, þátturinn gekk út af það. Og þetta var bara... Þurfti ekki líka bara að sturta áfengi í liðið svo að fólk bara þorði að bara svona losnaði við aularhóllin? Já, hann var ekkert svoleiðis hann, sko. Nei. Hann var ekkert hugsað fyrir því. Það var ekkert hugsað fyrir því? Enda leið mér illa. En strandveðir? Já, Baywatch. Ég var samt ekki þessi rosalegi Baywatch aðdáandi. Nei. Það eru... Eins og sumir. Það voru sumir sem maður misti ekki að þætti. Já. Mér var, þú veist, það var bara svona nettur, lítill grætukall í mér. Mér fannst gaman að horfa á þetta og sæta konur og svona, en ég var ekkert eitthvað að deyja af því mér fannst þetta svo spennandi, sko. Ég var aðalega að horfa á þetta þegar handritið var svo gott. Nei, Strandverðir er einhver vinsælasti sjónvarpsþáttur allar tíma, sko. Hann er það. Ekkert einhver, hann er vinsælasti sjónvarpsþáttur allar tíma. Já, er það? Já. Já, þeir voru með eitthvað yfir milljarð að horfa á þáttinn á tímabili. Og sýndur í svo mörgum löndum. Og samt þess fyndið, sko, að... Veistu hverju vinsælasti sjónvarpsþáttur heims í dag? Nei, Top Gear. Top Gear, ok. En allavega, þetta var svona nett hodn. Ég vona þessu fleiri að núti sammála mér að King of Queens séu góða þættir. Ég ætla að gera könnun hérna. Björs er ekki aðdáðandi, hann ætlar að gera könnun, en við hinn ætlum að fara í auglýsingarmenn. HM heilsupakki FM 957 og 1011. Í tilefni þess að HM í handbolta er nú í gangi verður 1011 í Lágmúla með sérstaka HM heilsupakka á sérstöku HM tilboði í vikunni. Pakkin inniheldur Thai-Cube heilsurétti frá Sanitas Heildverslun, aktív próteinbitar bæði með kókós og bananabræði,
Nýja Crystal Plus með kókosnetuvatni og appelsínusafa. Pakkinn kostar aðeins 999 krónur og fæst aðeins í 10-11 lámúla. Fyrstu vel við á FM 957 við að sjálfsögðu gefum nokkrum velhefnum hlustundum HM pakka. Stöndum með strákunum og myndum alvöru HM stemningu. FM 957, 10-11, iCube, Crystal Plus og Aktiv Prótín. Áfram Ísland. Jæja, takk nú vel eftir. Við hjá Dominos erum að gera og græja í Skeifunni og þurfum því að hafa lokað í nokkra daga. En við opnum nýjan og glæsilegan Dominos fljótlega. Þangað til er alveg upplagt að kíkja á Dominos til dæmis í Skúlagötu, á Nýbýlavegi, Höfðabakka, nú eða í Kringlunni. Við sjáum svo fljóti í Skeifunni. Dominos. Spinning. Sporthúsið. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnilegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnileginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmár á 1. Kvartað þessi tónlistamæður Ásgeir Trausti með nýfalli regn hér til vinsælustu plötuna árið 2012 enda frábær plata þar á ferð. Styttist hér í lagið á leiðinni heim, það er hér rétt handa við hornið og er ég búinn að velja eitt gamalt og gott sem er í miklu uppáldið af mér. Hversu gott er það? Ég myndi að segja þetta verið besta lag sem þessi hljómsveit hefur gert og þessi hljómsveit er gríðarlega vinsæl og í miklu uppáldið af mér. Gef mér vísbendingu. Platan, ok, ég skal gefa vísbendingu núna. Þú hefur nú keppt í Gettu betur. Já. Hljómsveitin gaf út plötu og ætlaði að skýra hana eftir uppáhalds körfuboltamanninn sinum sem spilaði það með Atlanta Hawks. Herru, ég skal segja bara spila með Atlanta Hawks, nema það að svo hætti við það en settu númerið hjá gaurnum í staðinn. Ok. Þetta er lagið. Nei, hvað heitir hljómsveitin og hvað heitir diskurinn? Þetta er hljómsveitin, þetta er Pearl Jam. Rétt þar, þú ert Gettu betur snillingur. Platan er 10. Já, en hvað átt hún að heita? Mookie Blaylock. Það er rétt hjá þér, Björn Bragi. Þvílíkur snillingur. En það var bara spurning hvort þú ætlar að spila Alive eða Black. Það er bara eitt lag sem er besta lagið þeirra. Er það ekki annað af þessum? Nei, það er annað af þessum, það er rétt hjá þér. Já, það lítur að vera Alive. Nei, það er Black. Okay. Það er Black, en við vorum að tala um... Þetta eru svona 2 jafngóð lög, sko. Já, reyndar Alive er geggilega, Even Flow líka, mjög gott. En við vorum að ræða þætti og annað hérna aðan. Og þá glemdi ég nú að minnast að það er þáttur sem heitir Suits, hefur orðið á hann? Nei. Það eru geggja þættir. Harvey Specter er bara með svalari mönnum sem ég séð lengi í sjónvarpsþáttum. Og sko, það voru konar 2 seríur. Ég kláraði þær á mettíma daginn. Og 3. serían er að byrja núna í Bandaríkjunum á 5. daginn. Þannig að það er einhverju Suits 800 núti eins og blöðmaðurinn. Og þá er að koma 3. serían á 5. daginn kemur. Já. Þetta eru þættir sem þú ert að fara að tjekka á. Manstu þetta að þú varst alltaf að væli mér. Ég yrði að horfa á hérna Breaking Bad. Já, gleymdu því að Suits sé af gott að Breaking Bad. En ég hlustaði samt að því. Okay. Og ég hugsaði með mig, fyrst að Bjössi væli svona rosalega svo þá hlýtur þetta að vera gott. Já, en sko, ég veit það. Suits eru geðvikir. Þú ert búin að vera að segja hérna fyrir 5 mínútum, King of Queens eru geðvikir. Svo segir tjekka á Suits. Það er eins og ég væri bara núna eitthvað, mér finnst mannaskítur geðt góður á bragðið, en ég er með veitingastað sem þú ættir að prófa. Hei, hættu að tala um King of Queens, maður. Þeir eru góður. En ég þekki þig og þína langanir.
Ég þekki þig og þínar skoðanir. Já, og þú mynd fíla Suits. Svona ekta þú, hann spað eins og þú, heldur þú veist... Það algjör fáið þig. Nei, hann ekki alveg svo þú. Hann sko, Harvey Specter með svalari gaurin sem ég sé bara í þáttum. Og ég veit að þú mynd fíla hann. En eitt sem að, þið vorum að ræða á hann og á reitt sem hringdi inn, varst þú í svona nágrannarugli og eitthvað svona? Varst þú að horfa á nágranna og Guiding Light og þetta allt eða? Ef þú hefur ekki haldið áfram í spurninguna, það er örugglega þeir sem voru að tjúni núna halda að ég væri einhver rugli með nágranna mína. Já, nákvæmlega. Herru, ég get játað það að ég var sko bara nágranna fíkill. Já, ég tók tímabil, ég held ég að tekja svona 1 ár. Já, ég sko... 18 mánuði kannski. Og þeir voru alltaf sko, þættirnir voru alltaf svona klukkan eitthvað kortir í 6 eða eitthvað stuð 2. Já, þægilegt. Og ég var á fótboltaæfingu með Fylki og þurfti alltaf að hlaupa heim til þess að ná nágrunum. Já, spáði því, það var að hlaupa heim til að horfa á það. Já, ég veit það er mjög sorglegt sko, en allavega frá svona, þú veist, alveg 9 ára til svona 12 ára, þá bara horfði ég á hvern einasta þátt, bara ángríns, hvern einasta þátt, ég kunni þetta utan að, og ég get ennþá í dag sagt þér hvað var að gerast í nágrunum svona, þú veist, þarna fyrir einhverjum mörgum árum síðan. Ég veit alveg hvað það er, ég horfði alltaf á það líka þá sko. Ég var sko, ég gerði lista yfir uppáhalds karakterina mína. Nei, Bjössi, hvað varstu eitthvað veikur? Já, ég var mjög veikur. Hver var uppáhalds karakterinn? Toadfish eða? Nei, en það var, sko, mannst þetta Alessi fjölskyldinni, ítölsku fjölskyldinni. Já. Og mamman hann Kathy var að, svo hætti það því að hún var að búa til einhverja sósu sem að sló í gegn, þannig að þau flutt úr götunni. Og svo Billy maður. Billy var döfari. Já, þú veist. Hann var svona Carl. Já, það er nefnilega sko sorglega við Kennedy fjölskylduna. Men þú veist að sá sem lék Billy í nágrunum, hann var ekki House. Já, nákvæmlega. Fyrir geðum maður. Allt í lagi. Jesse, hvað heitir hann, Williams eða eitthvað? Þú veist, Carl og Susan fluttu hann inn, þú veist, og með Libby. Alltaf verið vesen á þeim. Já, en sko Libby átti 2 bræður sem heitir Malcolm og Billy. Og þeir voru mjög góðir, sko. Og svo voru Brad og Gabby. Þau voru þarna líka. Þau bjuggu í húsinu, Kennedy húsinu, áður en að, sem sagt, Kennedy fjölskyldan flutt inn, sko. Ég man þar að Kennedy fjölskyldan var að byrja í þessu. En maður þetta er Helen. Já. Hún var sko frá upphafi. Hún lítur að vera... Svo var Marge. Já, hún var með Lou. Já, nei, Marge og hvað hétt áttu kallinn hennar, Jelly Belly-inn hann? Harold. Já. Harold og Marge. Já, alveg rétt, já. En það komið og þú greiðlega meiri en horfðir á þetta, sko. Harold hætti og kom aftur. Þú ert bara hann geðað spennt. Já, hann misti vitið, hann misti minnið og kom svo aftur. Já, mannstu eftir Beth. Já, ég man eftir þessu öllu. Og Lauren. Skulum fá lagið á leiðinni heim. Þeir sem vilja tala nágranna, bara sendið mér línum. Já, Bjössi... Ef það er eitthvað svona nágranna hópur á núti sem er bara að horfa á 20 ára gamla nágranna... Já, svona 15 ára gamla nágranna þá vil ég komast í þann hóp. Lagið á leiðinni heim er Black með Pearl Jam. Nirvana að spila á hann. Ég er að fíla þetta. Þetta var lagið á leiðinni heim. Black með Pearl Jam. Og ég heyrði að syngja þetta. Hefurðu heyrt þetta Unplugged hjá... MTV, þegar Nirvana þegar Pearl Jam voru þar? Ég held ekki. Þá gera þetta með þess enda flottra, þá var hann eitthvað öskrandi We belong together. Mjög flott. En ég næði ekki og ætlaði að sleppa þessu, best afsökun á þessu. Herri, ég er búinn að setja könnun í gang á Twitter. Já, hvað fólki finnst King of Queens. Og það er eiginlega jaft á milli okkar eins og staðinu núna. Það hugsa verðið þannig líka. Já, en sko ef ég væri með könnunum til dæmis Seinfeld eða eitthvað, þá væri 9 okkur en 10 sem myndi segja snilt. Já, það er alveg rétt hjá þér. En þú vilt meina að þetta sé bara svona umdeilt og fólk skilji þetta ekki. Það er bara list, fólk skilur ekki King of Queens. Skilja ekki allir, náu sig ekki allir. Kevin James er svo flókin. Hann er bara fyndinn, það er það sem hann er. Það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur í dag í FM 95 Blö. Þessi mánudagur, klukkan að verða 6 og Rikki G er að fara að mæta inn í stúdíóið. Það verður með ykkur til 9 í kvöld, takk vel á móti honum. Svo verður við Sveppi mættir hér á morgun klukkan 4 í Fanta Feeling. Það verða fastir liðir á sínum stað en Bjössi, takk hérlega fyrir daginn. Sömuleiðis. Það er fótbolti á þér í kvöld. Og þér. Já, ég er að fara að mæta hana. Já. Takk á okkur. Við hlúum að vera aðeins betra maður síðast. Þú varst ekki smá lélugur síðast. Já, en segðu nú fólki hvað ég var samt góður þar síðast. Já, þegar ég mætti þá. Ástum ég við, ástum að skora svona. Það varst mjög lélugur síðast. Já, ég veit það. Ég veit alveg upp með sökina, skilur. Þetta var fyrsti bolt eftir áramót. Já, en ég vona að vera góður í kvöld. Ég vil segja bara, fram að áramótum, það voru nokkra vikur þar sem ég var mjög góður. Ég var að setja hann grimt, sko. Svo bara ég var slagur síðast, ég veit upp með sökina. En ég menna, íþróttamenn eins og ég, þeir eiga slæman leik inn á milli. Það er rétt, ég vona að vera betri í kvöld. Takk kærlega fyrir hlustunina, kæru hlustendur. Heyrumst á morgun. Enda þetta á lagi sem er í miklu uppáldið á mér.
Þetta er Click og með Kanye West og Jay-Z. Þetta er flott. Eina sanna útsala hjá Intersport er hafinn. 30, 40, 50, 60 og 70% afsláttur. Komdu á alvöru útsölu og gerðu frábær kaup. Intersport. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581 1515. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Rakaðir pungin hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.